Bára Tómasdóttir, móðir Einars Darra, fjölskylda og vinir standa að baki minningarsjóði Einars Darra. Einar Darri lést fyrir rúmu ári síðan eftir neyslu lyfja. Barátta þeirra fyrir opnari umræðu, bættum forvörnum sem og metnaði þeirra í öllu starfi minningarsjóðsins fer ekki fram hjá neinum. Enda má þetta þjóðar átak ekki fara fram hjá neinum. Við þurfum öll að hjálpa stað við að aðstoða ungmennin okkar og vera vakandi í síbreytilegum heimi. En þetta strákurinn minn, hann Einar Darri, hann var fæddur 10. febrúar árið 2000 og hann sagði alltaf að hann var með flottustu kennitölu í heimi. Það var Einar Darri 100-200. Það var mjög ánægður með hana. Það vissu allir hans kennitölu. Kom aldrei neitt annað til greina en að stofna minningarsjóð og fara í baráttu fyrir að vekja athygli á málefninu og reyna að fara í forvarnir? Já, þetta eiginlega vatt svona upp á sig. Við vissum eiginlega ekkert alveg hvað við varum að fara að gera fyrst. Þetta komi held ég bara frá vini Einars Darra fyrst að við yrðum bara að gera eitthvað. Og það voru svona við fjölskyldan og vinirnir sem að bara ákvaðum við ætluðum bara að segja málið alveg eins og var. Og eftir sem við ræddum við fleiri. Og ræddum við fleiri sem að vinna við þessi málefni, eins og heyrðum í lögreglunni og bráðadeildinni og sjúkraflutningamönnum. Það sáum við bara hvað vandinn var stór. Og þá eiginlega kom svona baráttu hugurinn í okkur að við bara yrðum að koma umræðinni á stað. Og út af hvað gengur starf minningarsjóðs Einars Darra? Þetta ég myndi segja svona fyrst og fremst höfum við verið í þessari vitundavakningu. Að koma svona umræðinni á stað. Og svo erum við búin að leggja mikla vinnu í uppfræðslu sem við erum með og erum við að fara inn í grunnskóla þar sem við verið óskað eftir okkur og við erum að fara þetta gjaldfrjálst og þar erum við með fræðslu fyrir foreldra og kennara og fyrir börnin og svo höfum við líka verið með svona eftir svona verkefni sem að kennarar fá í hendurna til að vinna með málefnið áfram af því okkur finnst málefnið svo stórt, þetta miklu meira heldur en misnotkun á lyfjum og eiturlyfjum. Við höfum áhyggjur af bara geðheilbrigði unga fólksins. Þannig þetta svona eins og með börnunum erum við meira að ræða geðheilbrigði. Þið farið svolítið bara í djúpu laugina, eða ekki, með það að koma fram og taka allt þetta efni saman. Það hlýtur að hafa verið alveg heljarinnar mál. Já, við erum mjög heppin að systir mín, hún er að læra, hún er í heilbrigðisvísindum, já, við gleymum þess alltaf og hún hefur sjálf verið að læra, sérhæfa sig í misnotkun á lyfjum, var að gera það áður en að Einar deyr, þannig að hún hefur haft mikið af bara rannsóknum sem að hún hefur fundið bæði erlendar og hér og svo hún hefur gert sjálf og hún það er aðalega hún sem er svona með hugmyndina á bakvið. Svo náttúrulega hjálpustu öll að. Og svo bara mynduðum við hópa því við vorum, það sem okkur finnst alveg að dýrmætast öllu hvað unga fólki mikið aðstoða okkur. Og það var nú kannski líka aðalega sem að koma okkur á stað að þeirra heyra frá ungu fólki sem að bara þakka okkur fyrir og opna umræðuna. Og þá er ég ekki að tala vini Einars, endilega bara krakkar sem við þekktum ekki neitt sem höfðu verið að hittast og poppa pillur og héldu að það væri bara saklaust. Þau voru ekki að taka eiturlyf. Og þannig að það var svo stór hópur á ungmenni sem voru að aðstoða okkur í þessu fræðslu erindum. Og Andrea, stóra systirinn sem er í náminu og er að skrifa mastersritgerðina sína, hún var með svona spurningakönnun með unga fólksins og það var alveg yfir 500 ungmenni sem svöruðu og þar var alveg bara lagt niður hvað mynduðu hlusta á, hvernig er best að bera það fram. Þannig að við hlustuðum aðalega unga fólkið. En það er það sem að ykkur hefur tekist dálítið vel. Þið eru búin að fá marga með ykkur á borðinu. Algjörlega og við gætum ekki verið meira þakklátt hvað fólk er að standa með okkur og er að segja okkur einmitt bara eitt lítið armband þegar það kemur inn á heimilið, skapar umræðu og foreldrar að þakka manni fyrir. Já, nú hafði ég bara vita að ég þarf ekki bara að vara við áfenginu. Það getur verið svo margt annað sem þarf að varast. Amma og afi með lyfjaskápinn og við höfum heyrt margar sögur fólk sem búið að fá sér lyfjaskápa og annað. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt að finna þessa samstöðu og vil segja aftur sérstaklega frá unga fólkinu, að finna unga fólkið með okkur. Urðu breytingar í þjóðfélaginu á síðustu árum með þetta? Breyttist neyslumunstur ungs fólks? Já, það kom einhver sprenging 2016. Það sem var eiginlega bara svona að byrja að flytja inn mikið af lyfjum og þetta var búið að vera í Bandaríkjunum áður og mikið í tónlistinni og svona og bíómyndum
þannig að krakkar vissu, þú veist, hvað væri verið að tala og svo allt í einu kom þessi lyf til landsins og þá voru margir svo forvitnir og vildu, þú veist, verið svo rappararnir og prófa þetta. Þá maður sér alveg bara svona, byrjar 2016 og 2018 bara sprenging þar sem maður sér tölurnar, þeir sem eru að látast, þeir sem eru að lenda í slysum, þeir sem eru verið að bjarga, eins og með sjúkrabílunum og það bara allar tölur bara að hækka. Eitt af því sem við höfum lagt svolítið áherslu á í fræðslunni hjá okkur, þá erum við að tala bæði sem fyrir foreldrana og ungmennin, að við verðum að standa saman með því að hafa kjarki að segja frá. Og vera tilbúin að maður sé góðu vinur einmitt með því að segja frá ef að vinur í vanda, að því fikt í dag getur bara verið svo stórhættulegt. Og við höfum verið að heyra frá það sem við höfum verið að koma sums staðar að það hefur borist tilkynningar bara nafnlaust eftir við höfum verið að ungmenni hafa þorað að segja frá að vinur sé að fikta við þetta og þá þetta að fara í ferli og eitthvað, já, aðstoða barnið. Og svo svona, það sem ég finnst mjög mikilvægt líka það að á seinasta ári þá ég 19 ára og ég missti 2 góða vini mína úr fíkniefnaneyslu. Og þú veist, ég man eftir því að ég vissi að þeir voru báðir búnir að vera að nota fíkniefni og ég vissi nú alveg kannski líka upp á vissu marki að þetta væri mjög hættuleg fíkniefni en ég lét samt ekki vita. Maður var eitthvað hræddur við að, snitcha, vera eitthvað, lúðalegur eða eitthvað svona en ég þorði því bara ekki, ég hafði ekki kjarkinn í að láta vita þótt ég hafði áhyggjur af þeim. Og þetta svona veldur því einhvern veginn að ég akkurat, sit bara í 2 jarðarförum með bara samviskubit niður í háls einhvern veginn út af því að ég lét ekki vita. Eitt sem að mér finnst einkenna ykkur, það sem ég þekki ykkur, mér finnst svo mikil lífsgleði og mér finnst þið svo skemmtileg. Þú veist, eru það alltaf svona skemmtileg? Við reynum okkar besta allavega, en ég held að það hjálpi líka því að, þú veist, Einar, hann var alltaf svo glaður og hann vildi allir vera glaðir og, þú veist, við höfum alltaf verið bara svona fjölskylda sem bara, þú veist, fíblast og þú veist, mamman eiginlega bara mest crazy, þú veist, alltaf eitthvað á fleygiferð, þú veist, og það hjálpar okkur líka, þú veist, eins og ég segi, þú veist, með mína fræðslu, þú veist, við krakkana, mann líður ekkert alltaf, þú veist, vel, en mann má líka líða vel, þú veist, þó maður sé leiður, þá má manni líða vel og öfugt, skilurðu, allar tilfinningar með að koma og, þú veist, fyrir okkur það hjálpar okkur að hlæja, bara í sorginni og bara hlæjum og grátum saman. Við bara ákveðum þegar við tökum á öllum þessum tilfinningum saman og bara einmitt við og vinir hans Einars, við höfum bara verið, já, bara tekið á þessu saman, það bara grátið og hlegið og ég tek undir með Anítu. Einar var þetta svo léttur og skemmtilegur strákur sko og við erum alltaf, þegar við erum að vinna saman, Einar hefði þótt þetta frábært, þá bara maður heyrir hláturinn hans með okkur sko. Og svona fyrsta myndbandi sem við gerðum var einmitt til að svona sýna hvað væru margir bak við eitt andlát. Við getum gert svona bak við alla sem látast. Ég ætla að spila það fyrir ykkur og hann Einar Darri, hann syngur sjálfur lagið sem í myndbandinu. Hann samdi þetta lag vin sinn sem lést 17 ára. Hann fór upp í bíl með ökumanni sem var búinn að taka inn eiturlyf og þeir velta bílnum og hann lést. Því ég sví á milli stjarna, veit að þú þarna. Þú horfir á mig, vilt ég gæti séð þig. Gæti séð þig, vilt ég gæti séð þig. Hvíldu í friði.